Hi, a long time no see. Ég að pröfa nýtt ljós og ég að pröfa aðeins annan background og það var að rífa mér endajaxl og tönnina fyrir framann. Nú fá vinur mín rókið að heyra mig segja svo sögu 100. skipti. Og það var svo vont, vinur. Ég var bara frá í marga daga. Djöfis aumingi. Ég hélt ég myndi klifa þetta af. Ég þarf að veðja að þetta sé verra en að eignast börn. Ég var beðin að gera eitthvað svona Kim Kardashian look og ég ætla að gera eitthvað svoleiðis. Við erum nú ekki ólíkar, vinkonurnar. Hún kannski aðeins brúnni augunni. Ég ætla bara, ég ætla að nota Milan í augnskugga og ég svo sjúklega skotin í þessum gold, copper og brons augskuggum bráðum. Mér langar svolítið að nota þá, ég ekkert viss að ég nota það alla en einhvern. Þeir líta svona út. Og þetta svolítið eins og Kim vinkona notar. Ég byrja á primer yfir allt augnlokið. Já, ástæðan fyrir ég fór að væla yfir þessum endajaxli að því að ég ætlaði bara, þú veist, meðan ég var að slaka á og hafa, þegar ég var að jafna mig eftir þessi ótrúlegu lífsreynslu, að þá ætlaði ég bara að slaka á og gera vídeó og eitthvað og ég bara gutt fyrir fyrst tálóð nema yfir kjaft bara. Þannig að ég hef ekki gert vídeó svolítið lengi núna. Ég ætla að nota hérna Golden Bronze Shadow Ice pensilinn yfir augnlokið sem grunn fyrir gyllta augnskuggann sem ég ætla að nota. Og já, þetta verður frekar gyllt förðun, bara húð og augu. Ég sem að sagði hérna í einhverju jólavídeó að ég notaði ekkert svo oft gylltan augnskugga nema á jólunum. En ég sá einhverja svo flotta mynd daginn af gylltri förðun að ég varð bara eitthvað inspired og bara ákvað að tengja það við þetta look. Þannig að við setjum Bella Gold yfir þetta allt saman. Og ég ætla ekki að nota rosalega dökka liti heldur við að gera skygginguna í Globus. Eða ég ætla ekki að skyggja þetta rosalega dökkt. Ég ætla að nota Bella Cafe, Bella Espresso og Bella Top til þess að gera skygginguna. Þeir eru allir bara svona frekar svona satínmattir. Nákvæmlega, satin matte stendur. Ég voða hreimur í mér í dag. Ég ætla að taka þennan hérna. Hann heitir Round Contour og bara plantorum hérna. Byrjum á þessum af því hann er ljósastur og svo byggi ég þetta bara upp. Ljósastur er sem sagt Bella Cafe. Þessi er ljósastur, svo tek ég bara hérna svona fluffy bursta og dreifi þessu. Svo tek ég næsta sem er Bella Espresso. Planta honum. Og Bella Top. Ég seti gyllta aðeins undir augun. Og renna þessi yfir hann með einhverjum svona. Svona bara, ég ætla ekki að hafa þetta neitt dekkra. Ég ætla að taka Bella Chiffon, hann er svona alveg svona ljós en
er sem sagt gylltur, ég veit ekkert hvernig þetta sést. En ég ætla að nota hann sem highlight. Svo ætla ég nefnilega að taka Fierce Foil Eyelinerinn frá þeim þegar ég er með 4 liti. Þessi er brún. Þetta er ótrúlega spes. Þetta er ekki gel. Þetta er einhvers konar eyeliner. Hann er brún með smá svona gylltum ögnum í. Þeir eru allir ótrúlega flottir, sérstaklega fjólublá, hann er alveg dökk fjólublá með fjólubláum glimmerögnum í. Það fylgir bustu með þessu, ég er náttúrulega búin að tína honum. Þannig ég ætla að nota bara þennan. Setjum bara alveg upp augnarinn. Smá svona. Svona. Svo var ég nú að hugsa að þetta smá glimmer með þessu. Og ég ætla að nota upp á skiltaglimmerið mitt sem heitir Candy Coin. Er ég að ljúga einhverju að ykkur? Nei. Það er flott. Ég veit ekki pensil. Ok, whatever. Tek bara svona líka, annan. Liquid sugar. Og ég ætla bara að setja þetta yfir eyelinerinn. Ekki þannig ég blokkja hann út, heldur bara svona með. Af því að nú er að sjálfsögðu hægt að gera glimmer eyeliner úr þessu öllu. Og þessum litla pensli sem að fylgja með. Jesús! Af hverju er maður ekki með glimmer alla daga? Sjáið þið hvað þetta er fallegt? Sjáið þið hvað það glansar? Það glýst þetta við maskara. Ég fann ekki, ég veit ekkert hvað ég gerði við hérna full fat maskara mín. Þannig ég er með hérna Grandiose frá Lancome og ef þið ætlið að splæsa í dýrari típu af maskara þá mæli ég með þessu. Ég er mjög ánægð með það. Ég ætla að setja á mig primer og ég ætla að setja á mig bara CC-krem í dag. Já, og glemdi að taka hyljara með inn í myndina og bursta. Uno momento. Það er sérst allt rallið mitt er ofan í tösku, þess vegna finn ég ekkert. Þannig ég er með þennan bursta núna. Hann er líka í miklu uppáldi hjá mér. Mér finnst alveg magnað með þetta CC-krem frá Sleek að mér finnst liturinn stundum þegar ég set hann á mig ekki vera alveg réttur, einhvern veginn bara eitthvað. En þegar hann er búinn að bráðna og jafna sig þá inn í húðina, þá einhvern veginn er hann allt í orðinn fullkominn litur fyrir mig. Ég veit ekki hvaða tækni þetta er, en það stendur samt á þessu, hérna, á túpunni, Color Adaptive Technology. Og það er oft sagt bæði BB-krem og CC-krem að þau eigi bara að verða eins og manns eigins skinn. Og ég veit ekki hvernig í fjandanum það virkar, en þetta er voða sniðugt. Og ég sé það virka með þetta. Svo er ég með hérna rimmelhyljara. Púður ætla ég að nota Professional Finishing Powder frá Sleek. Það er litlaust, það er með smá ljóma. Og ég ætla að nota þennan fagra bursta frá Real Techniques.
nýi af því að hann er flatur og það elska ég hann. Af því að ég er meira í því að dumpa púðri heldur en eitthvað. Þið veitir hvað ég ætla að segja. Svo ætla ég aðeins að gefa mér smá skyggingu í fésið. Þá er það hérna þessi fagra medium paletta contour kit frá Sleek sem ég er búin að nota mjög mikið. Það er undir kinnbeinin. Alltaf aðeins hérna undir og þetta hérna upp við hárlínuna til þess að tengja þetta allt saman. Passa að dreifa vel úr þessu svo maður fá ekki skellur eða stríðsmálingu. Þá er ég búin að skyggja. Ég ætlaði bara að nota Bella Chiffon augnskuggann þennan sem highlight af því hann er voða fallegur. Og ég ætla að nota voða fallegan busta frá Real Techniques líka. Ekki einhvern sem ég er að selja sjálf, heldur bara þessi af því mér finnst hann fallegur. Og góður. Svo ætla ég að enda á að dusta, eða sem sagt, af því að skyggingin er náttúrulega mött og svo smá shimmer eða svona highlight. En mér er svo fallegur glansinn úr hérna Glow, hérna Baked Bronzer nr. 4 sem heitir Glow. Og ég ætla aðeins að dusta því yfir. Svo ætla ég að nota vinsælasta kynnalit sem ég hef verið með í sölu hjá mér. Luminoso. Og þegar ég er að taka þetta upp er hann á leiðinni og þegar þið horfið á þetta er hann örugglega komin í sölu. Ég ætla að setja alltaf inn tilkynningu á Facebook. Leið og eitthvað nýtt vinsælt. Nei, leið og eitthvað vinsælt kemur aftur. Og talandi það er bæði Full Fat Lash og þessi hérna primer frá Sleek uppseldur hjá Byrgjanum og kom ekki aftur fyrir í mæ sem er frábært. Eða þannig. Ég tek hérna Eyebrow Stylist frá Sleek, dark litinn, fylli aðeins inn í þær, uppáhalds augabrúnavara mín. Svo er hérna nýja Brow Perfector. Ég ætla bara að nota glæra. Það kemur líka light brown og dark brown. Og ég hef aldrei notað svona með lit í. Þannig að ég endaði með augabrúnir hingað þegar ég prófaði hann. En ég er samt búin að fá staðfest að þetta er snilld. Allavega ég kann bara eins og er að nota svona glærana því að hann heldur þeim svona sínum stað. Ég var nú að pæla að setja augnhár. Ég var alltaf svo æst þegar þið gerið einhverja vörur vinsælar hjá mér. Þá var ég svo æst í að nota þær, sem er mjög jákvætt. Vixen, augnhárin, þau allt í einu eru brjála vinsæl og þú veist þau eru mjög flott en ég bara fattaði ekki að nota þau. Ég hef samt einu sinni notað það áður. Þurfti ég að klippa það eitthvað. Minnir að ég hafi þurft... Nei, ekki neitt. Þau sem sagt, þau líta svona út á myndinni eins og að sé... Það er sem sagt bil á milli þeirra en þau eru öll í einni lengju og bandið er sem sagt bara glært. Og þannig eru öll augnhárin frá Socialize sem ég er með í sölu. Það má klippa þetta allt í sundur og nota sem stök eða eitthvað svoleiðis. En þau eru öll föst saman. Það er því miður engin stök augnhár í boði. Eins og er, ég nú vonaði bæta eitthvað úr því.
Þau eru nefnilega mega skemmtilega. Heyrðu, já. Svo er ég tögguð. katrinmaria.com katrinmaria.com. Hún er með blogg og vídeo og everything. Taggaði mig í 20 staðarindir vídeo. Ég veit ekki hvort ég leggja það á ykkur. Ég ætla að finna eitthvað algjört useless fáránlegar staðarindir. Nei, það verður nú að hafa þetta gaman. En ég get bara bladrað svo mikið að ég ætla að reyna að vera ekki langorð. Svona. Svo tók ég 4 varaliti með mér hingað. Ég ætla ekki að nota þennan. Ekki þennan. Sko, Matte Naked. Hann seldist upp fyrsta daginn og hann er rosa vinsæll. Hann er uppseldur fram í apríl hjá byrgjanum mínum. Naturally Chic eða Chic. Hann líka svolítið flottur. Ég held að ég sé líka búin að kaupa hann upp. En ég ætla bara að setja Matte Naked af því nú eigi ég það nokkrar. Ég ætla að setja hérna glæra blýantið þeirra. Set hann utan varirnar, svo blæði ekki. Svo set ég hann líka yfir alla varirnar til þess að fá grunn og þá endist hann betur. Hann er svo fallegur. Hann er svona pínu Kylie. Þetta er voða mikið Kardashian-vídeó allt í hennu. Eða þannig. Hann er svolítið svona Kylie en mér finnst Rose Femme liturinn henta betur sem einhver Kylie varalitur af því hann er aðeins dekkri. Mér finnst þessi ekki nógu dökkur til þess að vera Kylie. Já, þetta getur alveg verið Kim Kardashian look. Gildi, sem sagt ég notaði gilda en af því að hún er nú aðeins brúnni og dekkri en ég svona, þá er kannski, hún er alltaf með einhverja smáferðun augun, ekkert rosalega mikið endilega. Augnskugga og svona, þeir eru oftast frekar látlausu, kannski smá svona skíkinga svo ég gerði bara lítið og svo er hún kannski í öðrum hvorum svona. Þú veist, þetta er kopper og þetta er brons. Og ég get alveg trúað í kannski einhverju blöndu á svona. Er þetta ekki eitthvað? Mikið gaman að vera allt í einu fín. Ég ætla bara að vera svona í dag. Ég held ég sé ekki að gleyma neinu. Þannig að takk fyrir að horfa og haldið áfram að biðja mig um eitthvað skemmtilegt. Ég kannski geri aftur eitthvað Kim Kardashian, eitthvað dekkra. Þú veist, þetta er ekkert frekar Kim Kardashian frekar en bara heita Öst. Skiljið. Sjáumst. Love.